Vilhjálmur, 5-0 sigur á Fjölni, hvernig tilfinning er þetta leik? Já, bara góð tilfinning. Við byrjum vel og það auðvitað skiptir sköpum. Við náum að skora fljótt og það hjálpar okkur svolítið í svona leik. Hvað var uppleggið fyrir þennan leik? Okkar upplegg er bara pressubolti og reyna að vinna boltan framálega og sækja og skora mörk. Og svo auðvitað reyna að vera þéttar tilbaka. Það eru auðvitað í Mjólkurbikarnum en svo hefst deildin í seinni mánuðinu. Hver er svona markmið Augnabliks í sumar? Markmið Augnabliks eru fyrst og fremst þau að leikmenn bæti sig, taki framförum. Við erum með gríðarlega ungt lið, þannig að við viljum ekki fara að búa til einhverja pressu í kringum einhvern sæti eða eitthvað slíkt. Þetta er miklu frekar bara að leikmenn njóti sín og verði betri fótboltamenn, því það er auðvitað það sem skiptir máli fyrir Breiðablik. Snýstir í Augnabliki alltaf að búa til leikmenn sem verða þá tilbúnir fyrir Breiðablik í framtíðinni? Já, það er rauninni markmið með Augnablik, en auðvitað tekst það ekki alltaf og sumir fara aðra leiðir en við náttúrulega erum að reyna að koma okkar leikmönnum þá út í háskóla eða jafnvel bara í önnur lið ef það er þannig að komast ekki í meistaraflokki, þá er náttúrulega bara gott að við getum hjálpað þeim að komast í önnur lið líka. Þú talar sæti, þið endið í 7. sæti fyrra, ég spyr þig ekkert sæti núna en telur að þetta lið sé betra en liðið sem þú varst með í fyrra? Þetta er í sjálfum sér svolítið bara sama lið, þannig að við erum kannski bara margar árinu eldri og það getur hjálpað okkur. Það var ekki lengra, takk fyrir þetta. Takk.